Þessi réttur hér mér mjög kær. Þetta skelfissúpa, ilmuð með kamelu, íslensk hörpuskil og jarðskokkar. Og svo pöntum við þetta sjálfsögðu með sítrusjurtum og blómum. Það sem ég reyni oftast að gera að tengja réttina við náttúruna, við hráefnið og þá litina. Það sem ég ætla að byrja á að opna þessa fallegu hörpuskil. Svo getur maður alltaf sjálfsögðu nýtt þetta bara í borðskreytingu ef til þess kemur. Ég vil helst hafa hana svona hálf hráa út af því að heit súpan, henni verður náttúrulega hellt yfir þannig að hún eldast í skálinni. Það er gott að hafa svona bakka með grind eins og við erum með hér. Það liggur hún ekki í sínum eigin vökva, hún drýpur aðeins af. Svo finnst mér svolítið skemmtilegt að brenna hluti. Það góða við að hafa þetta í svona bakka það kemur ekki beinn hiti frá bakkanum í borðið. Nú komið að skemmtilega hlutunum. Það að dekka þessu öllu saman upp. Ég er búinn að setja jurtir og það sem ég í rauninni með í súpugrunninum í könnuna. Og svo þegar þú ert að bera fram, þrýstum við því niður og hellum í skálarnar. Það eru svona sömu litartónar í hörpuskilinni og í disknum sem eru hérna hráar jarðskokkaskífur. Þær vil ég svo leggja á mjög náttúrulega máta. Þetta má ekki vera of uppstillt. Ég að setja á þetta hérna sítrónu timjan og svo sjálfsögðu þetta litla ekstra eru blómin. Þau fá stundum út í búð ef maður heppinn. Ég reyni svolítið að samræma litin í blómunum við diskinn. Ég held þessu svolítið í sömu tónunum. En nú diskurinn okkar klár. Og það eina sem eftir náttúrulega að pressa súpuna. Og það enginn að fara að segja mér að þetta sé ekki skemmtilegt að gera heima á sér. Skelfissúpa, ilmuð með kamel og sítrónu, íslensk hörpuskil og jarðskokkar.